Heil og sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag hjá mér hún Margrét Arna Arnardóttir, sem íþróttafræðingur, jógakennari, heilari og meðferðaraðili. Við Arna vorum í smá tíma saman á Laugarvatni. Varst þú ekki á 3. árið þegar ég var á 1.? Minni það? Ég allavega útskrifaðist 2002. Já, og ég 2004, þannig að það passar. Ansi langt síðan. Já, en verði hjartanlega velkomin til mín. Takk kærlega fyrir, gaman að vera komin til þín. Já, mér langar svolítið að kynnast þér ennþá betur. Ég þekki þig sem Örnu. Kalla mig flestir þig Arna. Já. Ég reyndar síðan mín Margrét Arna, ég náttúrulega heiti Margrét Arna, en Örnunafni hefur bara svolítið fest við mig og það eiginlega gerðist þegar ég var á Laugarvatni. Því að við vorum 4 Margrétar í bekknum. Vá. Og það var svolítið erfitt að segja Margrét þetta og Margrét hitt og Margrét 3. og 4. Þannig að ég ákvað bara að nota Örnunafnið og það sem að fólk gefur sér mjög ofta ef að ég heiti Margrét að ég sé kvöldu Magga. Já. og ég rosalega mikið ekki Magga, þú veist, það passar enga megin við mig. Þannig að mér ást það svo gott að geta sagt ég heiti Arna og það var engin stytting, ég heiti bara Arna. Þannig að nafn ekkert að breytast. Þannig ég geng við því nafni en ég heiti samt Margrét Arna. Já. Og hver Arna? Arna, ég er bara kona út í bæ. Nei, sem sagt, ég náttúrulega eins og þú kynnti mig og ég mamma og eiginkona og allt þetta. En fyrst og fremst ég bara, sem sagt, þessi sál, ég er sál sem bara á andlegri vegferð og þetta svona ekki allir sem spyrja sig af hverju ég hérna, hver tilgangurinn minn á þessari jörðu, hvað ég að gera, þannig að þú veist, það bara svolítið svona tengja við sálinu mína, finna hvað mér ætla að gera og fyrst og fremst þá ég alltaf til þess að hjálpa og upplifta öðrum, það alltaf einhvern veginn þráðurinn í gegnum allt sem ég geri. Það svolítið það sem sálinu mín vil gera, þannig að já, ég myndi segja að það væri svona besta skilgreiningi fyrir mig persónulega. En svo all hlutverkin. En hvenær hófst þessi vegferð, finnst þér? Sko, ég myndi segja að ég náttúrulega hef alltaf haft áhuga á heilsu og líkamanum, þannig séð, og ég náttúrulega fer á Laugarvatn, ég kemst inn 99, en ég var búin að sækja 3 áður, þetta var á þeim tíma sem var erfitt að komast inn í íþróttakennarannámið. Og upphaflega sæki ég bara þar af því ég hef áhuga á líkamannum, ég hef áhuga á heilsu, ég hef áhuga á vita hvernig líkaminn starfar og allt þetta. Ég raun og verið hafði engan áhuga á íþróttakennslu eins og hún er. Síðan þegar ég byrja á Laugarvatni þá byrja ég líka að kenna á Selfossi, í styrk á Selfossi, þar byrja ég að kenna spinning og aerobik og svona, þannig að 1999 hefst svolítið þessi vegferð að vinna með líkamann, hjálpa fólki með líkamann og svo leiðis. En ég myndi segja að þessi andlega vegferð kannski var ekki alveg að byrja strax og ég var nú eina af þessum sem að hélt að jóga væri nú kannski bara ekki fyrir mig og ég gat ekki slakað á og ég var þessi sem að bara ef ég átti að fara í slökun þá fór ég að hlæja, ég fór að flissa, mér finnst það mjög erfitt, allt kjánalegt, allt asnalegt. Þannig að ég held að þetta væri ekki mín leið. En þegar ég ólétt af mínu öðru barni, sem sagt hann fæddur 2009, þannig þetta 2008, þá fer ég í meðgöngujóga hjá Auði og það var svona mín fyrstu skref inn í jóga. Ég var reynda búin að taka rópjógakennara hjá Guðnektumann áður en þá var ég bara einhvern veginn á þeim stað að ég var ekki alveg að tengja við sjálfa mig og ekki alveg að tengja inn á við. En það var einhvern veginn þarna í meðgöngujóganu sem að ég náði að gefa eftir í fyrsta skipti. Og það var rosalega skrítið þegar að upplifa þetta þegar ég gef eftir í fyrsta skipti í slökun. Að þá var einhvern veginn eins og bara, 100 múrar hefðu fallið. Og ég grét rosa mikið og ég sá bara og fann hvað ég var með marga grímur, hvað ég var búin að byggja upp marga múra í kringum mig.
Og það var nú kannski líka ástæðan fyrir því að það var svo erfitt að slaka. Það að því að múrarnir eru svo margir, grímurnar eru svo margar og það er svo erfitt að gefa eftir og þurfa að horfast í augu við sjálfan sig og bara sjá sjálfan sig. Það er bara alveg stórkostlega erfitt verkefni. En ég fann bara þarna að þetta var eitthvað sem að ég þurfti að skoða betur og þannig að þegar ég var búin að eiga hann, fljótlega eftir það fór ég bara í jógakennararnám, Kundalini jógakennararnám og ég hóf svolítið mína andlegu vegferð í Kundalini jóga, var svolítið svona, þessu gerist oft þegar maður byrjar að fara andlega vegferð, maður verður svolítið svona all in eða svona maður fer alveg svolítið djúpt í það sem maður er að gera og það svona pínu líka jafnvel heldtekum og ég var kendi mikið Kundalini jóga, opnaði jógastöð, var með Kundalini jóga þar og þetta var svona mín andlega leið. En síðan kemur upp svona leiðindamál í Kundalini jóga með þann sem að kom með Kundalini jóga til Íslands, nei ekki til Íslands, til frá Indlandi og svona svona bara, mér langar ekki að fara eitthvað nánar út í það, en bara svona vondmál sem að hann fekk ásakanir og var sekur þannig að ég fann bara að eftir það var þetta ekki rétt fyrir mína sál. En Kundalini, hvað er einhver útskýring á því þeirri tegund af jóga? Sko Kundalini er bara orka. Það er bara orka? Já, það er bara ákveðin orka og þetta eru notað ákveðin æfingasett, ákveðnar hugleiðslur og þetta er allt bara til þess að vekja upp þessa Kundalini orku hægt og rólega og þetta er rosalega gott efni, þetta er gott jóga og þetta eru góðar hugleiðslur en ég fann bara þegar það var komin upp svona, ég myndi segja skítur, þá var þetta ekki rétt fyrir mig og það er líka svo holdt og gott að geta bara séð, ok, þú veist, ég er búin að vera þarna en þetta er ekki rétt fyrir mig núna og ég get alveg stigið í burtu og valið að gera eitthvað annað. Að það er ekki heldur alltaf þar með sagt að þú veljir eina leið, sé það eitthvað sem þú þarft að elta alla ævi. En ég var líka búin að læra Satnam Rasayan-heilun sem er innan Kundalini jóga, var búin með stig 1 og 2 þar og bara alltaf á þessari vegferð og þetta er náttúrulega bara hvað er maður að gera í vegferð andlerar vinnu, það er náttúrulega þú ert alltaf að reyna að vakna og því miður þá eru við bara, ég er alveg segum það, við erum svolítið sofandi og við erum ekki í tengingu og við erum bara, þannig að þetta er svolítið svona, ég myndi segja ég er búin að vera svolítið svona highs and lows eða svona upp og niður í því að vakna og sofna. Já. Og þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg ferðalegt, þetta er ekkert auðvelt. En núna er ég komin, nú er ég fann að læra heilun, eða ég er á vegi heilara sem heitir, það heitir spiritual healing. Ég kannski ekki alveg beina þýðingu en það er þessi prana heilun sem ég vinn með og þetta kemur, tengingin er við stað sem heitir Damanhur á Ítalíu, norðarlega á Ítalíu. Og þetta er svona andlegt samfélags, 50 ára andlegt samfélag og sem sagt tengingin er þar og núna er ég á 5. ári í þessari pranaheilun. Þannig að þetta er bara svona, fyrst og fremst alltaf fyrir mig til þess að ég geti vaxið, til þess að ég geti tengt betur og verið betri manneskja en alltaf líka til þess að geta hjálpað öðrum og unni með aðra. Já. Nú bara kom spurning upp í kollin á mér. Það ég vinn líka mikið með fólki eins og þú og kannski, mér langar svo að spyrja hvernig getum við aðstoða aðra sem best án þess að taka of mikla orku frá okkur sjálfum. Þegar ég elska að gefa og gefa og gefa og gefa og ég hef einu sinni komið til þín, það var æðislegt og þá sagður í lok tímans að ég þurfti að passa orkuna mína. Akkurat. Veit ég hvort þú minni eftir því. Og ég er búin að hugsa þetta rosalega mikið síðan af því að ég er rosalega opin og er rosalega mikið að gefa. Og stundum er ég bara eins og sprungin blara. Þannig hvernig fyrir fólk sem er að vinna svona með öðrum, svona gefandi störf, hvernig er best að gera það og geta gert það án þess að alveg að tæma sig sjálfa? Þetta er mjög góð spurning og þetta er kannski ekkit rosalega auðvelt en samt kannski smá auðvelt. Sko, ég hugsa þetta alltaf þannig að ég er að hjálpa öðrum en ég er aldrei með neina væntingar
væntingar að geta hjálpað neinum. Og þú veist, ég gef þér verkfærin, ég hleypi orku gegnum mig og geri alls konar. En raunverulega þá ég ekki að gera neitt, skilur, það bara þú og þinn líkami, þú veist, þinn líkami rosalega klár og þetta alltaf undir manneskinu sjálfri komið hvað gerist. Og þannig að þá nægir svolítið svona að ég ekki háð því sem gerist, ég ekki háð úr útkominni. Og þú veist, þetta bara eins og fólk spyr mig oft, getur þú hjálpað mér eða getur báin hjálpað mér og ég sé alltaf bara mögulega, ég veit það ekki, ég get aldrei lofað því að þú veist, það svo margt sem spilar inn í, það sagan þín, það lífið þitt, hvað þú ert að gera, hvað þú ert að vinna, hvernig ert að hreyfa þig, þú veist, hvernig ert að næra þig, hvernig taugakerfið, það svo ótrúlega margt sem spilar inn í og ég get aldrei sagt bara, já, ég get hjálpað þér, vonandi, en ég held að þetta sé svolítið svona að klippa á þörfina fyrir góða útkomu já, skilur þú hvað ég að meina? Já, algjörlega. En viltu kannski segja okkur aðeins frá hvaða þjónustu þú ert að bjóða upp og kannski skilgreina aðeins að því að þú ert búin að nefna prana og báin og alls konar þannig að fólk skilja aðeins hvað hvað verið að vinna með? Já, sko það sem ég núna mest að bjóða upp á þessi báin bandveislósun og pranaheilun og ég líka blanda þessu tvennu saman, þá ger ég báin og svo enda ég að gera pranaheilun. Báin, það bara tegund af bandveislósun eða Já. Það kemur frá manni sem heitir Thomas Bowen frá Ástralíu og þetta bara ákveðin röð hreyfinga og svo náttúrulega bara vinn ég með grunninn og svo náttúrulega bara blandast alls konar inn í sem að ég hef tilengað mér. Þannig að ég myndi ekki kalla þetta kannski svona ferkant eftir kassanum eins og báin á að vera af því ég nota innsæði til dæmis mjög mikið þegar að vinna og finn bara, ég fæ svona leiðbeiningar með hvað gott að gera. Ég fór nefnilega á námskeið, svona kennaranámskeið í bandveislósun fyrir nokkrum árum og mér fannst það geggjað, sérstaklega fyrir sjálfa mig. Já. Bæði mig sem íþróttakonu og bara sem mig fyrir þjálfara og fyrir mig bara sem íþróttakennara. Akkurat. Mér finnst þetta geggjað tól að hafa að geta að skilja betur líkamann. Einhvern veginn, við erum einhvern veginn ein heild og bandvefurinn hefur svolítið verið bara gleymdur. Já, það er nefnilega akkurat þannig að bandvefurinn svona bara í raun og veru eins og net sem að umlykur allt í líkamann og liggur á milli allstaðar. Utanum alla vöðva og beinin og fer inn í alla frumurnar og inn í, utanum sínar og taugar og inn í meltingakerfið og þannig að þetta bara svona eins og stórt net sem að tengir allt saman í líkamannum. Og það ekkert rosalega langt síðan að fólk fór að gera sér grein fyrir mikilvægi bandvefsins og það var til dæmis þannig bara fyrir ekki svo mörgum ári síðan að þegar fólk var skorið upp þá var bandvefnum bara hent í rusli. Akkurat, ég man eftir því, hún Hekla Guðmunds var að segja þetta á námskeiðinu. Já. Og ég veit hún reglulega með svona námskeið ef einhverju hlusta og hefur áhuga. Akkurat. Þá þetta eitthvað sem bara gott fyrir alla. Algjörlega. Og það náttúrulega bara þannig að þetta gerir það verkum að allt tengist í líkamannum. Og þú veist, ef þú ert með verk í öxlinni þá ekkit þar með sagt að það sé eitthvað að öxlina þér. Það getur verið eitthvað allt annað sem að hrjá þig. Þannig að maður þarf alltaf að skoða líkamann sem eina heild. Og báin hreyfingin, hún svona mjúk, þetta svona mjúkt nudd, eða þú veist ekki einu svona nudd, þetta bara svona mjúkar hreyfingar yfir líkamann og það sem gerist, það kemur svona í svo bylgja og ég get alveg fundið hvernig bylgjan hreyfist í líkamann, þú veist ég gerir hreyfing á bakinu og ég finn alveg hvernig hún víbrar og ég finn líka hvar hún stoppar. Þannig að þú veist ég get séð, ok, hérna stoppar hreyfingin í þannig að vinna hér til þess að fá hreyfinguna, til þess að fá bylgjuna, til þess að fara lengra og þetta náttúrulega bara orka sem losnar úr læðingi líkamannum og það sem gerist að því að við erum að losa það sem orkan stoppar, við erum að hreyfa við þannig að allt geti tengst betur að þá fer líkaminn betur að vinna sjálfur. Það náttúrulega
líkaminn okkar eins og ég segi alltaf, hann er svo klár, hann veit nákvæmlega hvað hann á að gera, en af því að við erum svolítið svona stressuð, að þá líkaminn kannski ekki alltaf alveg í stakk búin til þess að vinna eins og hann á að gera. Þannig að með svona meðferð þá hjálpum við líkamannum að fara sjálfur að vinna. Svo líka bara, við erum svolítið aftengd líkamannum. Já. Við erum ekki hugur og líkamann bara ótengd oft. Og það er það næsta sem ég ætlaði að tala um, að það taugakerfi skiptir svo miklu máli þarna. Og í bandvefsmeðferð þá er ég vinn með fólk í parasympatíska taugakerfinu. Já. Og taugakerfi okkar skiptist í tvennt. Sem sérkerfið. Já, sympatíska taugakerfi og parasympatíska taugakerfið. Mér er oft gott að tala um þetta bara þannig að fólk skilji hvað er hvað, því að sérkerfi kannski segir mér ekkert ósað mikið, en það er þetta sympatíska taugakerfi er þetta að berjast eða flýja og endanum að frjósa, sem er náttúrulega bara til dæmis kulnun, og hitt parasympatíska taugakerfið er þetta að hvíla og melta. Og það segir okkur náttúrulega rosa mikið, melta og hvíla. Ef við erum alltaf í sympatíska taugakerfinu, þá er meltingin ekki að virka rétt, og það er nú búið að segja það nú mikið að koma upp núna að aðal heilin okkar er í meltingunni. En þetta er bara, langflestir eru svolítið fastir í þessu sympatíska taugakerfi sem er berjast eða flýja, og ég lýsi svo oft, þetta er bara eins og sért með rafmagnsnúr í sambandi, og þú þarft að taka rafmagnsnúrinu úr sambandi, en hjá mörgum þá fer hún aldrei úr sambandi, þú ert bara alltaf með hann í sambandi, það er alltaf rafmagn inn í kerfinu, það er alltaf í yfirvinnu, og þegar líkaminn okkar er fastur þarna, þá næri hann ekki að starfa rétt, þá næri hann ekki að laga, hann næri ekki að heila. Þannig oft í byrjun er ég bara að ná fólki til þess að slaka, og það sem að gerist fyrst og fremst í meðferð hjá mér er að fólk slaka rosalega vel á, og það tala rosalega margir um það bara, þú verður eins og sult á bekknum, þú bara getur ekki hreyft þig. Og margir bara hafa ekki upplifað þetta kannski sem árum, bara mörg ár að hafa ekki náð að slaka svona vel á. Þannig að þetta er að fá kerfi til þess að slaka á, til þess að ég geti unnið, af því að ef taugakerfi ekki slagt, þá geti ég ekkert unnið, þá getur líkaminn ekkert unnið, því kemist ekkert inn, það er allir vöða stífir, það er allt bara fast. Þannig að, já, þetta er svona helsta með þessa bandvefslosun. Síðan er pranaheilunin, og pranaheilunin sjálf tekur 11 mínútur, og þá færi ég fólk af bekknum yfir í stól, eða þú kemur bara í pranaheilun, þá situr í stól, ég kalli þetta pranastólinn, þetta er nú bara svona stóllur IKEA, en þú situr svolítið svona pínlítið eins og hann er mjög djúpur, og þú situr aðeins svona eins og sért í fósturstellingu, eins og þú ert fóstur í líkama, og það er svolítið verið að fá þig til þess að líka eftir þeirri hreyfingu. Síðan notum við ákveðna öndun sem er pranaöndun, og ég set hendur bara yfir höfuð á viðkomandi, og það sem að gerist í prana er lífsorka, og prana er bara orka sem er í öllu, er allstaðar, og þetta er aðferð sem hefur verið notuð frá upphafi mannkyns, pranaheilun, og ég er bara er að hleypa, gefa, ef þú er í heilun hjá mér, þá er ég bara að gefa þér aðgang að þessari orku. Og það sem að pranaorkan gerir er að koma í jafnvægi, og hún kemur í jafnvægi. Það er alltaf verið að tala um, heilsa er jafnvægi, andleri, líkamleri og allt þetta, heilsu. Allir að leita jafnvæginu. Að leita jafnvæginu, en pranaheilun setur því í jafnvægi. Þannig að þú veist bara, þetta er eins og að fara bara á verstað og fara í stillingu. Og kemur öllum orku líkamanum jafnvægi, kemur jafnvægi áruna. Oft er eitthvað svona áran eitthvað svona gruggu, eða það er eitthvað svona búið að setjast í áruna, oft þarf að vinna með að hreinsa áruna eða koma henni í betra jafnvægi. Og það sem er svo frábært er að pranaheilun vinnur inn í framtíðina, og hvernig getur hann unni inn í framtíðina, ofta erfitt að útskýrta fyrir fólki, en það er svo gott að útskýrta með því að segjum að það er eitthvað sem mun gerast í framtíðinni, og að viðburðin er þannig að þú fáir risa stein í hausinn. En með því að koma í prana reglulega og fá jafnvægi á öll kerfin þín,
að þá það demparu viðbörðin. Þannig í staðan fyrir að fá grjót í hausinn, þá færðu kannski bara smá sand eða sandkorn. Þannig að viðbörðin verður ekki eins átekanlegur í lífinu þínu. Ég veit að þetta hljómar svolítið svona en þú veist, fólk hefur upplifað þetta og þetta bara eitthvað svona. Erum við þá kannski bara, hvað segir maður, betri stakk búin til að takast á við lífið? Já, náttúrulega það partur af því og þegar líkaminn, þegar kerfiðin í jafnvægi, þá bara, þá flæða hlutinir allt öðru í sig. Það nú bara partur af þessu. Þarf fólk að trúa til þess að þetta hjálpi, hafi áhrif? Þegar minnst margir bara hugsa heilun, þú veist, það ekkert áþreifanlegt og þá kannski trúa ekki á að það geri gagn. Sko, já og nei. Fólk hefur alveg komið og það trúir engu og fundi áhrifin. Þetta bara, það er ekki rétt svar við því. En auðvitað alltaf betra að vera opin fyrir öllu. Og það sem ég segi í lífinu að þú veist, ég vil ekki loka á neina möguleika því að þú veist, hvað veit ég? Það er svo margt sem að er mögulegt sem ég veit ekki ég veit ekki allt. Ég er bara einhver manneskja sem að veit bara brota því sem er í gangi í heiminum, sko. Þannig að, jú, það hjálpar en þú veist, og auðvitað að því að við erum ekki droslega langt komin í svona andlegum málum og við erum svolítið við erum pínu færkvönduð, myndi ég segja og mikill ótti oft sem að er og ég skil það alveg að þú veist eins og þegar ég fer fyrst til Damanhúr sem er svona andlegur staður og það er náttúrulega bara rosalega margt skrítið í þessum heimi og þú veist alls konar skrítni hluti sem eru gerðir og alls konar skrítni hluti sem eru notaðir. Getur þú nefnt eitthvað dæmi eða máttu það? Já, það er náttúrulega bara, þú veist, hvað er að kalla þetta, galdra. Okay. Að það er verið að vinna með alls konar svona, hvað kalla maður, ritual, svona svona athafnir, það sem er verið að nota bara galdratæki og eitthvað svona sem að hausinn á mér fer strax og bara vá hvað þetta skrítið, þetta er asnalt, þetta er ekki að virka og bara, en það sem að gerist er að ef ég leyfi mér að fara úr höfðinu, bara í tilfinningarnar, í hjarta mitt, þá finn ég bara, vá, þetta er að virka og ég finn bara hvað gerist og ég finn hvað gerist innra með mér. Þannig að með því að ég leyfi mér að fara úr höfðinu og bara ég að finna hvað er rétt fyrir mig, að þá þarf ég ekki að vera að dæma eða spá eða spöglir, þá bara leyfi ég öll að einhvern veginn flæða, þú veist, þetta er bara, það er svo margt skrítið sem að er svo frábært. Þetta er nú bara eins og með trúarbrögð. Akkurat. Þú veist, það er ekkert áþreifanlegt að það sé til einhver guð, en það er margir sem trúa því og bara það að trúa því, veitir veljaðan og örgi og alls konar. Akkurat. Kannski eitthvað svipað. Já og nei. Þú veist, já, þetta er náttúrulega bara, maður þarf bara að vera opinn fyrir alls konar orku og náttúrulega bara ég segi fyrir mitt leiti að ég hefði ekki séð mig fara að vinna sem heilara fyrir 20 árum síðan bara vegna þess hversu rosalega ég var búin að loka á allt sem að ég raunverulega var mér eðlislegt og ég sé náttúrulega bara í dag að þetta er náttúrulega bara algjörlega það sem ég á að vera að gera og þegar maður er að vinna sem heilari þá náttúrulega sér maður alls konar orku og finnur alls konar orku og það er alls konar hluti sem koma og í byrjun átti ég mjög erfitt með að trúa þessu öllu og en því meira sem ég bara gef eftir og fer eftir því sem að mér er sagt og mér er leiðbeint þá því meira gerist í heiluninni og því meira fær fólk út úr því. Þannig að þú veist, ég þarf bara að treysta öllu þessu skrítna sem kemur til mín og fara eftir því og það hefur bara verið smá ferðalag fyrir mig. En sem betur fer þá er ég komin á þann stað að ég treysti þessum skilabóðum sem ég fæ. Já. Af hverju heldur það hafa verið svona lokuð fyrir þessu og flissað í slökuninni og svona, heldur þetta komið alltaf úr æsku hjá okkur eða? Já, ég held að þetta sé partur af, þú veist, þetta náttúrulega kemur sjálfsögur, þú veist, æsku. Ég trúi því að sálin, þú veist, þú kemur alltaf hingað inn í líkama með eitthvað ákveðið hlutverk
og það er eitthvað sem að þér ætlað að gera í þessu lífi, annars væru við ekki alltaf leitandi að þessu hvað er til hvers ætlast að mér. En bæði sko af því að svo eigum við foreldra og við förum í skóla og samfélagin alltaf bara mótar okkur og segir okkur að við höfum að hegða okkur ákveðin hátt og við sjáum það bara svo vel í dag. Ég meina að þú veist, þegar við vorum börn fyrir mörgum árum síðan, þá var samfélagið að taka allt öðris á móti krökkum sem að passu ekki inn í hennan ferkantaða kassa. Í dag sjáum við bara alls konar einstaklingar sem ekkert að passa inn í þetta ferkantaða mót og við erum sem betur fyrir að tækla þessa krakka allt öðrísi og gefa blómstra. Já, og reynum okkar best að gefa þeim færi á að vera öðrísi og sjá hlutina öðrísi. Og ég held að partur af því hafi verið að ég var öðrísi en aðstæður mína voru bara þannig að ég þurfti að gera það, þú veist, ég þurfti að loka og ég þurfti að gera það sem ég gerði til þess að lifa af. Og þetta var bara partur af minni vegferð og kannski líka gerir það mig að betri í því sem ég er að gera í dag af því ég hef skilning á alls konar hlutum og líka þegar ég var 12 ára lendi í einelti og það satt í mér alveg rosalega lengi. Þetta er alveg ótrúlega upplifun að lendi í einelti og það sem að ég áttaði mig á fyrir sko ekkert svo mörgum árum síðan. Ég meina það eru ég er 12 ára og ég er 47 ára í dag, þannig að þetta er ansi mörg ár. En hvað ég var að rogast með bara svona eins og stóran baboka af skömm. Ég skammaðist mér svo rosalega fyrir að vera lögð í einelti. Og þú veist, ég sagði bara, vá, í alvörunni, af hverju ég skammast mín fyrir það? Já. Ég var bara krakki og þú veist, ég held að það sé svo margt svona sem að við lendum í og við upplifum og við bara lokum. Af því að það bara hendar ekki að sjá það eða takast á við það og öll höfum við alls konar upplifanir í babbókanum. Ég meina við erum bara, þú veist, við erum að lifa lífinu og það gerist bara alls konar og allt sest þetta í líkamann okkar, við þjöppum þessu inn, þetta sest í meldinguna, þú veist, það er svo margt sem að gengur á í sér lífi. Algjörlega. Ég var fyrir einelti bara á fullorðinsaldri. Já. Og það er, sko, ég er ekki, kannski uppleið ekki skömm að því að maður var kannski komið með þroskan öðru sem barn, en maður samt, sko, þetta er einhver svona áfallastreita sem maður verður fyrir og maður áttar sig ekki á því fyrir einhver segir manni það. Það er alveg rétt. Þetta er rosalega skrítið og það situr svo í manni. Það er nefnilega og auðvitað er þetta áfall. Því að það er einhvern veginn gengið á bara allar þínar varnir og þú ert bara hvort sem það er andlegt eða líkamlegt, þú ert í raun og veru bara barinn niður og þér er bara sagt að þú ert einskins virði Akkurat, maður kannski og líka bara að setja sér mörk, þetta er eitthvað sem að er erfitt, það er alltaf verið að segja þú eru að setja þér mörk og við erum að segja öðrum að setja sér mörk en okkur er einhvern veginn ekki kennt þetta. Nei. Það er eitthvað sem að þarf að learn the hard way, svo ég sletti nú aðeins. Já, og það er náttúrulega bara partur af þessu, eins og maður er að segja með börn og svona, við getum ekki ofvenda börn, þau verða stundum bara að læra hlutina á sinn hátt og þau verða bara að fá að reka sig á og gera mistök til þess að læra. Ef við gerum ekki mistök, ef við rekum okkur ekki á, ef við gerum ekki vitleysuna, þá getum við aldrei lært. Og það er kannski líka eitthvað sem er rosalega mikilvægt að átta sig á að þú veist, að við höldum kannski að við þurfum að vera fullkomin og við tökum bara eitt skref fram á við, svo tökum við næsta skref fram á við. En ef við rekum okkur aldrei á, hvernig eigum við að læra? Akkurat, það er alveg rétt. Og allt sem kemur upp á, öll mistök sem við gerum, eða allt sem kemur upp á hjá okkur, þetta er alltaf tækifæri. Og ég sé alltaf tækifæri í öllu, af því að það er alltaf tækifæri til þess að læra eitthvað. Það er fallegt. Já, menna það er þetta snúa upplifun algjörlega við bara með því að sjá það sem tækifæri. Og líka eins og ég hef sagt áður, það er ekkit árin sem þroska okkur, heldur er það lífsreynslunar. Algjörlega. Og ég hef bara verið mjög opinn með þetta allt saman og ég fór til sálfræðings eftir þetta og hún sem sagt sagði mér þetta væri áfall og áfallastreita sem ég einhvern veginn hafði ekkert séð sjálf en
hún var að tala ef þú hefur aldrei orðið fyrir einhverjum áföllum, eins og ég átti bara ótrúlega gott uppeldi, einfalt uppeldi, svona stór áfallalist, skilur það, auðvitað rekast allir á einhvers staðar, en ekkert svona eitthvað risastórt áfall og þess vegna var þetta áfall svo rosalega stórt, af því að ég var ekki komin með bjargráðin sem margir voru komnir með á þessum aldri, skilur þannig að það er svo misjæmt hvernig við erum slegið niður, þá stöndum við upp og það verður alltaf minna og minna falli hvert skipti, þú veist. Mér langar samt aðeins að grípa þetta. Já, endilega. Að því að sko, mín reynsla svo að fólk nefnilega heldur oft að það þurfa að vera, þú veist, eins og þegar ég tek á móti fólki, að fólk heldur að áföllin þurfa að vera svo stór til þessu skipti máli. Alls ekki nefnilega. En það er nefnilega akkurat punkturinn að sko áföll eru bara áföll og þau geta verið, þú veist, að okkar mati pínu lítil en markað rosalega stór spor og lífsreynsla mín er alltaf lífsreynsla mín og lífsreynsla þín er alltaf lífsreynsla þín og ég get aldrei sagt, þú veist, ég er búin að upplifa verri en þú eða þú verri en ég eða meira því að mín upplifun er bara mín upplifun og eins og þú segir, þetta var stórt fyrir þig af því að þú varst búin að upplifa minna en í raun og veru skiptar einhver máli því þú upplifir þetta bara á þennan hátt. Já, en kannski hafði ég ekki, sko ef ég hefði áður upplifa áfall þá kannski væri ég fljótar að vinna úr því að ég vissi líka að maður myndi vita að ég kæmist í gegnum þetta. Já, akkurat. En ef þú ert að lenda einhverju svona stóru í fyrsta skiptið þá sérðu kannski ekkit hinum megin. Akkurat. Já, ég skil hvað að meina. En það sem ég er að reyna að segja er bara það að fólk þarf ekki alltaf að bíða eftir stóra áfallinu til þess að leita sér hjálpar. Akkurat. Að það getur verið þó að, þú veist, við teljum lífið nokkuð áfallalust, þá er samt sko, þá er oft, eins og ég segi, sagan mín er bara sagan mín og mín upplifun er mín upplifun. En svo er það annað líka, þú veist, af hverju erum við alltaf að bíða eftir því að eitthvað gerist til þess að leita okkur hjálpar. Af hverju erum við ekki bara þó allt sé í rosalega góðu standi að fara samt og hjálpa líkamannum og hjálpa okkur að vera í okkar besta standi og það er það sem að ég vil segja eins og með pranaheilun að þú þarft ekki að bíða eftir því allt sé komið í óöfni til þess að fara í heilun. Komdu bara og hjálpa þér að þú veist, blómstra fram á við og blómstra inn í framtíðina til þess að þú getur orðið besta útgáfan af þér núna. Það er gott að segja þetta og þetta hefur nefnilega komið upp í nokkrum þáttum áður veist, og í mörgum öðrum umræðefnum veist, tengt eins og kynlífi og heilsu þá mann ég var að tala um þetta og svo bara í síðasta þætti þá var minni mig annars eins en að tala um þetta að fólk er alltaf einhvern veginn komið á endastöð þegar það fyrir að gera eitthvað. Það er bara svolítið þannig og það er líka bara ég held að partur af því sé af því að við erum í svo mikilli streitu og sympatíska taugakerfið er bara í yfirtöku í raun og veru og við bara heyrum ekki það sem líkaminn er að reyna að segja okkur og ég segi alltaf, þú veist, verkir er ekki eðlilegt ástand líkamans, þú átt ekki að vera með verki og þetta er bara leið líkamans til þess að láta það vita halló, það er eitthvað sem þá þarf að skoða hjá þér. Nei, ég ætla ekki að hlusta, ég ætla bara að gera meira. Svo kannski verður verkurinn aðeins meiri eða öðrisi og þú veist, líka mann heldur halló, ætla að hlusta á mig. Svo bara endanum gerist eitthvað stórt vegna þess að þú bara ákvæmst að hlusta ekki neitt. Það er mjög margir. Og þetta er alltaf val. Ég er rosalega margir. Svo ég haldi áfram að vitni fyrir þætti, þá fannst mér svo skemmtileg samleggingin sem Hildur var með heildrana heilsu, að þetta eru svona rauð ljós í mælaborðinu á bílnum sem er að blikka hjá okkur þegar og svo hunsum við þau og í staðan fyrir að opna hútið og kíkja hver er bilunin, þá skrúum við peruna úr mælaborðinu. Það er nefnilega akkurat málið það er svo flott. Og ég náttúrulega var að vinna í ljósunu í 3 ár með krabbameinskarindum og mín upplifun rosa mikið því að ég tala mikið við fólk og rosalega margir sem að segja þegar þeir greinast með krabbamein þá eru bara komnir á eitthvað svona stað þar sem að þeir eru búin að vera að keyra sig í of mikið álag í of langan tíma og það er ekki þar með að ég sé að segja að það sé orsökin fyrir því
En mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Af hverju 90% af þeim sem ég talaði við inni voru í þessari upplifun, að þeir voru bara búin að keyra sig á þann stað þeir gátu ekki meir. Og þá gerist þetta. Og kannski það af því að líkaminn hefur ekki tækifæri til þess að starfa eðlilega, því við erum alltaf í streitu. Þannig að líkaminn ekki losa sig veiturefni, líkaminn meltingin ekki að virka, þú veist, þetta bara, líkaminn ekki alveg að fungera. Og þannig ég held líka sko, að það eitthvað undirliggjandi í kerfinu og þá bara getur þú tryggarað af stað af því að þú bara í yngri tengingu við eitt eða neitt, sko. Þannig að, já. Það eitt sem að kemur einhvern veginn poppar upp í hausna mig núna, af því ég veit að þú ert eins og ég, því finnst þú svo gaman að hreyfa þig og æfa mikið og allt þetta. Og ég er búin að velta því svo mikið fyrir mér upp á síðkasti af hverju við erum svona öfgafull. Hvað mest ég dáist alveg á fólki sem getur pínt sig sólarhringunum saman og mest þetta mjög áhugavert hvað við getum í raun að vera stjórna heilanum. En ég velti rosalega mikið fyrir mig núna af hverju allt í einu bara þú veist, ef þú hleypur ekki maraþon þá bara getur þú sleppt í að hlaupa. Já, ég skil hvað við. Er þetta þín upplifun? Þú veist, mér finnst þetta orðið svolítið svona, við erum pínu komin í svolítið miklu öfgar. Já, jú, ég alveg sammála að sumu leyti en að öðru leyti finnst mér samt orðin vakning og fólk farið að hlusta betur á líkamann. Sem betur fer. Það orðið með þetta. Það fer frekar í göngutúr en hörkuæfingu ef þið líður þannig. Já, það er gott að heyra. Já, það alveg sko og mér finnst eins og göngutúr svo vanmetinn. Já. Fólki fannst göngutúr ekki vera hreyfing en hún frábær hreyfing. Bara æðisleg, bara fyrir líkama og sál. Já, algjörlega, einmitt. Þegar mér leiði sem verst þarna fyrir einhverjum tíma þá var það besta sem ég gerði var bara frátt í göngutúr. Það bara svo mikið andleg næring líka. Já, það nefnilega akkurat, þá ertu í sko tengingu við það sem þú veist, þú ert í tengingu við þið þegar þú ert í göngutúr. Já. Þannig já, ég bara svona búin að velta samt svolítið fyrir mig, hvað öfgarnar orðna miklar. Já, við rættum þetta í einhverjum þætti nú allt fyrir að renna saman með sko, eins og með bakgarðin. Þú veist, það svo geggjað að fólk sé að taka þátt í bakgarðunum og skora á sig, en fólk gerir lítið úr sér fyrir að hlaupa bara 3 hringi. En það hálft maraþon. Það það sem ég að meina, sko. En þar komin smá svona pínu svona skekkja í myndin. Það það sem ég að reyna að segja. Það það þessi skekkja einmitt. Af því að þú veist, það alveg rosalega flottur árangur. Jú, ég ekki að gera lítið úr fólkinu, íþróttafólkinu sem að standa sig vel í því. En fyrir almenning svo mikilvægt að almenningu líti ekki á þetta, eins og þú segir, frekar bara sleppa því. Já. Taktu þátt og farði í hring, það bara geggjað fyrir þig. Og það að fara og geta skokkað 3 kílómetra getur verið bara stór áfangi fyrir marga. Þannig að þú veist, það má alls ekki gera lítið úr því að við erum bara öll á mismunandi stað og sagan okkar svo mismunandi. Já, og svo förum við upp og niður, þú veist, við erum ekki alltaf í jafnvæginu eða alltaf í jafngóðu standi líkamlega og andlega. Og þetta bara líka sko, eru við að bara eins og maður hugsa með mataræði eða hvað sem það eða þú veist, ertu alltaf að gera eitthvað, þú veist, ertu alltaf í spennu við sjálfa þig, ertu alltaf að reyna að borða eftir einhverjum kúr af því einhver sagði þér að betur og þú veist alltaf hverjum einasta því að pína þig, að þið líður illa eða þú veist alltaf að setja sjálfa þig í spennu, þá held ég að þú sérst ekki að gera neitt kannski rosalega gott fyrir sjálfa þig. Nei. Að kannski bara aðeins að staldra við og finna, þú veist, þetta að gera mig gott? Akkurat. Eða mér að líða vel að þessu? Eða ég bara, þú veist, ég kannski bara komin að okkur algjöra villigötu með sjálfum mig? Já. Með svo flott orð sem sem var hjá mér í heilsumarkþjálfun, hún sagði að hún var alltaf með matviskubitt. Já, akkurat. Og mér finnst þetta svo flott orð, af því að þetta svo rétt. Og mér finnst ég bara svona síðustu árum hafa þroskast með þetta, af því að ég hef alveg nefnt það áður að ef það eru með allt og marga bolt á lofti þá mataræði mitt það fyrsta sem ég missi og það bara eitthvað sem ég þarf að vinna í og að vinna í en að ég hætt að vera með þetta matviskubitt, ég bara sýni mig mildi, þetta bara tímabil,
ég veit að ég kemst aftur upp úr hólunni innan gæsalappa skiluru, bara við tökum bara einn dag einu sko. Og svo bara svo mikilvægt að muna, það er bara, þú veist, það eru til alls konar aðferðir og alls konar, þú veist, það er ekki, ef það væri ein aðferð sem að leysti allt, þá væru við komin, þá væru við að nota það, skilu, ef það væri til ein aðferð að borða sem að myndi leysa allt, þá væru við að borða þannig, þú veist, ég meina, þetta er bara, þú veist, það er ekki til ein aðferða öndun sem er best fyrir allt, skilur, það er bara andaðu, það er gott að anda, skilur, og borðaðu næringu sem nærir þig, þú veist, ég er svona, þetta er bara, það er ekki ein lausn og það er mismöndi hvað virkar fyrir hvern og einn, en lykillinn er bara svolítið að, fara inn á við og finna og heyra, þú veist, hvað er þetta að virka fyrir mig? Er ég að gera þetta fyrir mig? Er ég að gera þetta fyrir einhvern annan? Er þetta að gera líkamannum mér gott? Þú veist, er ég að fá orku eða er þetta að draga úr mér orku? Og líka bara fólki sem er í kringum okkur, þú veist, er fólki í kringum að næra mig? Er það að draga úr mér orku? Þú veist, bara sama hvar við erum, að við séum í tengingu við okkur sjálf og séum að hlusta, þú veist, bara hvað er þetta að gera fyrir mig? Það er Ég held bara því miður, þá eins og vorum að segja, það vantar svo mikil þessa tengingu. Já. Fólk er kannski að reyna að hlusta á líkamann og hugan, en það hefur bara ekki getuna. Við erum bara pínu sofandi. Já, og hvað ráðleggur þú? Hvað getur fólk gert til að byrja? Tengjast sjálfum sér? Sko, ég myndi segja, ef þú vilt skyndilausn, andaðu í 11 mínútur á dag. Það er bara, sestu niður með sjálfum þér og andaðu. Bara meðvituð öndun. Meðvituð öndun. Byrjað þar. Og öndunin er lykillinn að lífinu. Þú veist, ef þú hættir að anda, þá er lífið búið. Já. Það er bara þannig. Þegar þú dreifur síðast andardráttinn, þá ertu farin. Þannig að sko, og það er ótrúlega skrítið því að þú veist, eins og pranaheilin, þá nota ég pranaöndun og ég segi fólki að anda 11 mínútur á dag. Og þetta er eitthvað sem allir geta gert, alveg sama hvaða ástandi líkaminn er, eða sama hvaða heimilisaðstæður eru eða hvað, það geta allir andað. Það kostar ekki neitt og þetta getur breytt lífiðinu. En það er alveg ótrúlega hvað fólk er ekki tilbúið að gera eitthvað svona. Það vil frekar fara og kaupa sér einhverja þjónustu sem kostar mikið og gera eitthvað sem er mjög, skilur hvað ég er að meina? Að þú veist, ef þetta er svona einfalt, þú getur bara sest niður og andað. Af hverju ertu ekki að, þú veist, af hverju eru við ekki að gera það? Hvað er það sem gerist í öndunaræfingunum? Sko, það sem að gerist er náttúrulega bara, þú ert að róa taugakerfið og þú ert að róa hugan, af því að þú veist, þú eins og við til dæmis nota talningu á öndunina til þess að hjálpa huganum að róast. Ég er mynd með eina öndunaræfingu inn á hlaðvarpinu. Já, akkurat. Ef fólk vil hlusta. Já, og það sko, fólk heldur ofta að það geti stoppað hugan, en það er ekki hægt að stoppa hugan. Þú veist, það er stanslaust, en þú getur komist inn fyrir skvaldrið, þú veist, hægt að heyra bara hérna bla bla bla, hvað er í matinn og hvað er að gera, þú veist, hérna. Þannig að þú kemur róa hugan og þar kemur oft svona innsæi. Nefnilega höfum öll innsæi. Og mist, það eru flesti sem tengja við þetta sem eru foreldrar. Af því að maður stundum fengi bara eitthvað svona með barnið sitt bara, ég þarf að gera þetta núna. Eða þú veist, það er ekki allt í lagi. Eða þú veist, maður bara fær svona pílu og maður veit það bara. Og þetta er eitthvað sem við höfum öll og innsæið okkar er svolítið sterkt en við erum ekki að nota það. Þannig að með því anda erum við að tengja við innsæið okkar, að róa kerfið. Já, og svo líka bara náttúrulega koma jafnvægi á þú veist, hérna, bæði líkamann og hérna orku líkamanna. Og hérna, það er rosalega margir sem anda grunnt, geta ekki andað djúpa öndun og ef þú hugsaður þetta bara sem lífsgæði, þú veist, ef að öndunin er forsenda þessu lifir og þú andar alltaf 50%, ertu þá kannski bara með 50% lífsgæði? Maður velti því fyrir sér og ég man alveg eftir í hérna í gamla daga í ræktinu sko, þú veist, við náttúrulega erum hérna svolítið gjarna sérstaklega konur að halda maðanum inni
af því það náttúrulega versta í lífinu að vera með bumbu. Þannig að maður alltaf með spennu í maganum og hvernig ná maður að anda djúpt ef maður alltaf með spennu í maganum. Og þá var manni kennt að anda öfugt. Þá átti maður að anda inn þegar maginn var inni og anda frá þegar maginn væri úti. Sem náttúrulega, hvað maður segja, það meikar engan sens, þannig ég sletta því ég finn ekkert annað orð núna. Af því að þegar þú andar að þá ertu að búa til pláss í líkamann, þá líkamann að þenjast út. Og þegar þú andar frá þá líkamann að dragast saman og þú ert að reyna að tæma alveg, þannig þú ert að losa líkamann við öll úrgangsefnin. Og það eru svo gott bara, þú veist, það er of gott að byrja liggjandi af því þá er maður slakari. Og ég segi fólk oft bara setja hendurnar á magan eða á bakið eða einhvers staðar á rifbeinin eða eitthvað að finna, þú veist, líkamann minn að þenjast út. Og fólk fær oft bara í byrjun eins og að sé að kafna. Það bara, þetta er svo erfitt og þetta verður svo þvingað og það er svo erfitt að ná önduninni inn. Þú veist, ég var alveg þarna sjálf að því við erum vöndi að anda svo grund og þetta er bara eins og öll önnur líkamsþjálfun. Það þarf bara að æfa. Vöðvarnir þurfa æfingu, þindin þarf að vera í æfingu og bara byrja með lítið og auka svo við eins og með aðra æfingu. Rosa margir fara að geispa. Já. Nefnendur hérna í jóga, við tökum oft öndunaræfingar, það tekið eftir að fara alltaf helmingurinn að geispa. Já, sko, það sem að að því að sumir segja það að geispa sér synd, ég segja að geispa sér svo frábært og það sem að það er þessi vakustaug sem er svo mikið talað núna, flökkutögin sem er stæðsta taug líkamans, heilataug og það er hún sem stjórnar parasympatíska taugkerfinu. Þannig að ef hún er ekki að virka rétt, þá erum þegar við erum í sympatíska taugakerfinu, þá er hún ekki að virka rétt. En það geispa þýðir það að þú ert að kveikja á parasympatíska taugakerfinu. Vakustaugin er að því hún fer hérna uppi og þannig að bæði það að geispa og andvarpa, það er góð vísbending að þú sérst að svissa taugakerfi. Þannig að það er ástæðan fyrir að margir byrja að geispa þegar byrja að anda af því að þeir eru að ná að svissa taugakerfinu. Okay. Þannig að það að geispa er mjög, mjög jákvætt, myndi ég segja. Það er ekki dónalegt. Nei, guð, ég hef aldrei hugsað þannig. Og að dæsa, mér finnst það svo geggjað. Bara, þú veist, að fólki heima hjá mér veit alveg ég er ekkert pirruð þótt ég dæsi. Þetta er bara eitthvað svona, og þetta er svo gott. Þú ert að virka vakustögina með því að dæsa. Þannig að þú veist eins og því er að kenna jóga og svona, þá segir fólk oft svona, það gera þetta svona, af því að þá er það kveikja á vakustöginni. Þannig að það er svo margt sem við bara getum gert sjálf og það er bara, þú veist, eins og þú getur komið í meðferð sem er náttúrulega alveg frábært og ég held að fólk þurfi þess mjög nauðsynlega af því að bara út af ástandinu á okkur, af því að við erum komin svolítið langt frá líkamannum og við erum í svo mikilli streitu. Þegar þú kemur í meðferð þá, þú veist, segi ég kannski eitthvað við þig, bara einmitt, þú veist, þú þarft að anda eða þú þarft að, eða þú veist, það væri gott fyrir þig að prófa, ég segi reyndar aldrei þú þarft að gera þetta, það er ekki rétt, því að ég segi fólki alltaf að prófa hvort það virki, þannig að þú finnir hvort það virki fyrir þig eða ekki. Oft ráðleiki fólki einhverjar æfingar af því að þú veist bandöfurinn er bara komin í eitthvað svona afsnúning og þú þarf bara að hreyfa líkamann til þess að fá bandvefinn til þess að mýkjast upp og eitthvað svo les. Og náttúrulega þú kemur í meðferð og ef þú gerir það sem þér er ráðlagt þá náttúrulega eru áhrifin af meðferðinni miklu meiri en ef þú gerir það ekki. Akkurat. Og kannski eitt sem er rosa mikilvægt að tala er að áhrif meðferðar duga í viku, báin meðferðar og prana. Og það er oft, þú veist, talað að það þurfa alveg að láta viku líða á milli. En auðvitað, ef þú ferð út á meðferð og ferð bara beint inn í sama ástand og vast fyrir og bara í síman og bara streitan og þetta, að þá náttúrulega kannski styttast áhrifin. En ef þú leyfir þér að slaka, fer kannski bara heim, gefur aðeins eftir, hlustar á hvað líkaminn er að gera og svona, að þá verða áhrifin miklu langvinni, vinna í lengri tíma. En hvað myndirðu segja væri aðal tilgangur og markmið meðferðina þína?
Sko eins og staðan í dag það náttúrulega númer 1 að slaka á. Þú veist, bara þannig að líkaminn fái tækifæri til þess að sjá hvað í gangi og byrja aðeins að starfa rétt. Síðan náttúrulega bara byggja ofan á þannig að þú fáir betri líðan og þetta náttúrulega bara eins og oft talað bara þetta heilstætt, andlegt og líkamlegt og það bara misjafnt hvaða sem mest aðkallandi. Þannig að númer 1, 2 og 3 bara fyrst að slaka á og að ná sér niður. Og sumir koma með eitthvað ákveðið sem vilja vinna með, en aðrir koma bara á, þú veist, leggjast á bekkinn og leyfa mér bara að vinna og leyfa bara orkun að vinna eins og hún vill vinna. Þannig að það allur gangur. En auðvitað það alltaf þannig að fólk þarf að vera tilbúið og það þarf að vilja það sjálft. Við getum aldrei, þú veist, ég til dæmis alltaf pínu svona þegar fólk að senda eitthvað til mín eða þú veist svona, það svona, þú þarft að finna þetta svolítið hjá sjálfum þér. Það ef það kallar á þig. Og við vitum vel, það oft þannig, sko, að við erum með eitthvað, það eitthvað svona, það poppar allir eitthvað eitt upp á Facebook, bara eitthvað, þannig svo stundum fáum við bara það sem okkur passar fyrir okkur inn í lífið, það fáum við það bara í andliti. Já. Það bara kemur svona, birtist, bara já, ok, ég ætla að fara í þetta jógakennaranám núna, skilur þú hvað ég meina? Já. Að við fáum þetta oft, sko, en við hlustum ekki alltaf. Skilaboðin allstar og við getum alveg hort í kringum okkur á skilaboðin sem verið að senda okkur, en við getum líka valið að vera ekkert að hlusta á þau. Þannig að já, það bara það svo margt sem að við vitum innra með okkur sem við erum ekki að hlusta á og öll svörin fyrir mig innra með mér. Já. En þá kannski stóra spurningin, hvað heilsa fyrir þér? Sko, ég sé nú alveg svolítið búin að koma inn á það, en það náttúrulega bara þetta að jafnvægi og eins og ég sagði áðan að þú sért í sátt við sjálfa þig og sáttur við það sem þú veist, það bara, ég í þessum aðstæðum í dag, þetta það sem ég hef í dag, líkaminn í þessu ástandi í dag og bara, þú veist, ég get gert þetta í dag og ég ætla að gera þetta í dag. Og og veri ekki að þvinga sig í eitthvað sem vont eða óþægilegt og vera einhvern veginn alltaf að setja sjálfans í meiri spennu að leyfa sér bara og eins og ég sagði áðan, þetta líka að sjá bara svolítið tækifæri í verkefnunum og veist, þetta alltaf ferðalag, ekki endastæðurinn og það hvernig eru við, þú veist, já, þegar þetta verður komið, þá, þú veist, þá ég komið heilsu, eða þá ég hamingjusöm, þá líður mér vel, eða þegar ég búin að teka í þetta box, eða, en hvað með bara núna, þú veist, í núinu, heilsan mín núna, og hvað ætla ég að gera í dag við það sem ég hef í dag, þannig að það bara svolítið þessi sátt, innri sátt við það sem ef það, Já, ef það hringir einhverjum bjöllum. Já, nei, þetta svo ótrúlega gott svar. Að því að þú veist, við upplifum aldrei vellíðan og heilsu nema við séum sátt. Akkurat, og við getum ekki tikkað í einhver ákveðin box vegna þess að við komum bara úr mismunandi aðstæðum, sagan okkar rosalega mismunandi og við pössum kannski bara ekkert inn í og það geta verið alls konar sjúkdómar, það geta verið andleg veikindi, þú veist, það geta verið svo margt sem að að halda mig frá því að geta tikkað í akkord þetta box. Þannig að ég hér í dag, skilur, og ég meni, ég alveg jafn seg og allir hinir að þú veist, vilja tikka í boxin eða vera komin út úr þessu. En ég allavega reyni mitt besta að taka mig tilbaka og bara, heyrðu, þú veist, svona í staðin í dag, hvað ætlar að gera með það sem þú hefur í dag? Þannig að, já, það kannski þarf ekki að bæta við það. En
En ég sá á heimasíðunni, ég kíkti á hana áður hún komst til mín, margretarna.is, og sá ég að þú ert líka farin að vinna með börnum, eða vinna með börn. Já, ég geri sko, báin virkar rosalega vel fyrir börn. Og ég sjálf fór með strákjum minn í báin þegar hann var pínu lítill, hann var búin að vera með eyrnabólgu, hann var nátt að fara á 5. sýklalyfjakúrinn þegar hann var 2 vikna, þegar ég sagði stopp. Ég ætla að prófa hvað annað. Wow. Og ég fór með hann í báin og homeopatíu og hann bara daginn eftir og hann góður. Hvort virkaði, ég veit það ekki, en það allavega virkaði. En sko máli að börnir er náttúrulega svo hrein og tær ennþá og bandvörun þeirra er svo frjáls og það þarf oft svo lítið til þess að bara hjálpa þeim að komast á réttan stað. Og það sem er líka svo gott er að þetta er svo mjúk og mild meðferð. Þú veist, hún kvekkir þau ekki neitt. Ég er náttúrulega mjög vön að vinna með börn og kann að tala við þau og svo leis. Og ég veit, það er öll börn sem hafa komið til mér, og ég ætla að segja öll, því það er þannig, þau hafa beðið að koma aftur. Og þegar börn beðið að fá að koma aftur í meðferð, þá er maður að gera eitthvað rétt. Og ég held að sko, það er rosa gott að koma með unga börn bara eftir fæðingu. Af því að ef við ímyndum okkur hvað gerist fyrir unga barnið þegar það er að tróða sér út, þú veist, höfukúpan fer saman, þú veist, öll beinin skekkjast og það getur bara verið einhvers staðar tog í bandvefnum eða einhver smá skekkja sem getur verið að valda rosalega mikill vanlíðan og þú veist, þau gráta oft og það er magaverkur og eitthvað. Og oft þarf bara eitthvað pínu lítið til þess að hjálpa líkamannum að koma sér í rétt stand aftur. Og ég sett inn bara, ég skipti þessu niður að því að það er svona, þú veist, þegar ég er með unga barn undir 2 ára þá tekur það 5 mínútur í mestalagi, þú veist, að ég gerir svo lítið og það er alltaf frítt að koma með unga barn til 2 ára. Ok, wow. Já, bara, þú veist, þetta er bara þjónusta sem ég vil veita því að þetta bara skiptir máli. Og svo er það, þú veist, upp í 5 ára, þú veist, svona mismunandi, en eftir 16 ára eru þau bara komin í meðferð eins og fullorðnir einstaklingar. Þannig að, já, báin fyrir börn er alveg, bandveisla sem fyrir börn er alveg, sko, frábært. Það er líka með þeirra er mann svo vel ennþá hvað hann á að gera. Hann er hann svo ómengaður, ef við getum orðið það þannig. Einmitt. Og þau eru ennþá vakandi. Og bandvefur er náttúrulega bara stífna með aldrinum, eftir því sem við eldumst. Já, sko, já, náttúrulega bæðið með áföllum, en sko, það sem að geri það verka því að bandvefurinn er svona eins og net sem á að vera svona mjúkur og blöytur og svona, hann á svona, nú er ég að sína hérna sem enginn sér, en þetta er svona, hann á að svona smyrjast saman, þú veist, hann á að hreyfast. Og það sem að við þurfum er hreyfing til þess að hreyfa bandvefinn. En það sem gerist þegar við eldum, við hættum að hreyfa líkamann, sko við hreyfum hann alltaf einhæft. Og við hugsum til dæmis bara mjaðmalið eða axlalið að hann hreyfist í svo margar áttir á svo marga vegu og við þurfum að hreyfa bandvefinn í allar áttir. Þú veist, það er svona þurfum við öðri sér hreyfingu. En hreyfingin er oft einhæf, hún er oft bara fram á við. Ganga eða? Já, bara fram og ekki í, þú veist, út til hliðar eða í snúning eða eitthvað svoleiðis. Og það sem að gerist þegar bandvefurinn er ekki hreyfður, þá fer hann að þorna og hann stífnar upp og fer að þykna. Og þá hættir líkaminn að geta hreyft sig á þann hátt sem hann á að hreyfa sig og það fara að koma verkir. En auðvitað er það líka næringin, þú veist, það þarf að passa vökva, vatnsdrykkju, hann þarf að fá næringu líka. Þannig að því miður þá bara erum við ekki að hreyfa okkur eins og okkur er ætlað frá náttúrunar hendi. Nei, og við horfum til dæmis til Afríku, hvernig fólk hreyfir sig þar sem að konur sita í þessari hnébeigstöðu, skvattstöðu og þar hvíla þeir sig. Og það er það sem við eigum að geta gert. En það er rosalega fáir sem geta gert þessa stöðu í dag. Af því að, já, ég segi ofta sko, versta uppfinning mannkynsins er stóll og skór. En þetta er svona bráðnauðslegar uppfinningar. En bara ef við hugsum það, þú veist, lógist, að því við situm of mikið á stól og við göngum of mikið í skóm. Þannig að líkaminn missir þessa náttúrulegu getu. Þannig að maður ætti ekki að vera að setja börn í skó.
fyrir en bara nöðsynlega þarf að fara út. Það held ég ekki og beinin, þú veist, þau þurfa, þú veist hvernig þetta þú veist, ef þú labbar alltaf í skóm og ert óvanur því að stíga á eitthvað gróft, þá það vont, en ef þú ert vanur því, þá það ekki vont af því þú hefur vöðvana og það ég man ekki hvað mörg bein í fætinum, þú veist, það eru rosalega mörg bein og þú veist, vöðvar og þú veist, alls konar og ef þetta bara stífnar upp, þú veist, ég hef séð fætur sem að bara eru alveg fastir, það ekkert hreyfanlegt og hugsaður að þú ert að ganga allan daginn og fóturinn alveg stífur, alveg fastur, hugsaður áhrifin upp í allan líkamann. Þannig að þú veist, það vantar alla dempun, það vantar alla mýkt, það vantar alla hreyfingun, þú veist, það labba svona eins og önd, sleppinni fótunum af því að það engin hreyfing í ökklunum, engin hreyfing í tánum og hugsaður höggið sem kemur í hverju einasta skrefi upp í stóðkerfið. Og ég tala nú ekki að fyrir að hlaupa þannig ennþá meira högg. Þannig að hugsa frá grunninum og byggja upp. Já, þegar ég hef verið að kenna bandafslósun með bolta og þá hef ég oft látið fólk eins og þessi að grípa utan boltan með tánum. Frábært. Og svo líka að reyna að lyfta tánum. En fólk hefur bara ekki það fyrir kannski að hreyfa fingurna í staðinn. Það bara næri ekki tengingu í tætnar. Og það bara raunverulega þannig. Það bara getur ekki tala við tætnar. Það merkilegt. Við eigum náttúrulega geta hreint bara eins og við sem að spila píanó. Við ættum að geta hreift tætnar þannig. Sko í raun og veru eigum við að geta gert allt með fótunum sem gerum með höndunum. Og við eigum að geta tekið upp hluti og þetta og bara, þú veist, eitt af mikilvægt sem við gerum bara eins og þegar við erum að eldast eins og þú veist, ég meina númer 1 það jafnvægi og svo bara þessi eðlilega hreyfi geta sest niður á gólf og staðið upp og að geta byggt sig eftir hlutum og geta tekið upp hluti með fótunum eða höndunum, bara gera þessa hluti, þú veist, hafðu það æfinguna þína all lífið að setjast niður á gólf og standa upp, allavega einu svona dag all lífið þitt af því að hvað gerist ef þú getur ekki komið niður á gólf og getur ekki staðið upp aftur. Það rétt. Þannig að þetta bara svona, þú veist, þetta bara svona grunnhlutir sem að við teljum sjálfsagt en gerum ekki, svo missum við það. Og þetta byrjar allt of snemma þegar við sjáum sko lítil börn, þau eru rosalega lipur, geta bara beitt sér niður í sér hnébauðstöðun, svo að segja ekkert mál að staðið upp aftur og gengja að stað. En ég að því ég tala nú svo oft að ég íþróttakennari í menntaskólanum við Hamrahlíð og þar tökum við fyrir svona þema og daginn var liðleiki og ég var að sýna þeim hvernig, þú veist, barn gerir og hvernig svo þegar maður kannski orðin áttræður þá var maður aðeins hægari niður og svona hreyfi geta þetta og ég bað alltaf að fara í þessa stöðu og það geta það bara ekki allir og ég hugsaði, þú veist, 43 er librari en margir úlingar og það sorgleg staða. Það finnst mér. Hvað kennir skólakerfið okkur? Hvernig hefðu okkur í skólakerfinu? Við eigum að setja stóla allan daginn. Og ég nú sjálf búin að vinna sem kennari í nokkur ár og ég pínu svona, ég passi ekki alveg inn í skólakerfið og mér finnst þetta svo óbúslega rangt, þú veist, ég var kennari sem leiði krökkunum að læra á gólfinu eða, þú veist, setja með fætur upp á borði eða bara setja eins og þeim finnst þægilegt. Af hverju það gott fyrir okkur að setja í stól allan daginn og læra? Hver ákvað það? Eða setja við skrippur allan daginn eins og sko, stór hluti fullarðin að gera. Já, það nefnilega, þú veist, það er pínu skekkja í þessu. Við þurfum aðeins að hugsa út fyrir, þú veist. Já. En sem betur fyrir hef ég alveg heyrt núna vakningu margir er farnir að hækka skrippurinn og standa við þau. Jafnvel komna með göngubretti undir skrippur. Það eru rosalega góðir hlutir að gerast, en við þurfum bara að muna sko að eftir krökkunum. Þau haldi þessari hreyfigetu út æfina þannig að við þurfum ekki alltaf að fara að grípa okkur þegar við erum orðin fullorðin og allt komið í óöfni. Að reyna að hjálpa krökkunum að hreyfa sig eins og þú veist þannig að þau getur bara viðhaldið því að geta bara farið niður í skvattið og allt þetta. Man ætti kannski að tala bara við allir íþróttafélag og biðja þau að sko hafa upphitunina þannig að það séu bara mikið að leikjum, fari í, þú veist, kóngulógöngu og abagöngu og allt þetta, þú veist. Sem að ég held að sé og það var hérna þegar Primal kom, Einar Karl og þeir sem eru að gera rosa góða. Þeir náttúrulega vinna rosa mikið með þetta. Þau vinna með þetta, en þá var þetta rosa nýtt, þú veist, þetta var svona, en þú veist, eftir að það byrja, þá fólk held ég meira átt að sé á mikilvægi þessa hérna hluta. Já, bara fyrir lífsgæði líka. Já, bara þú veist, það að hreyfa líkamann öðruvísi. Þannig að
það þarf alltaf svona fólk til þess að koma með nýja hluti til þess að við skiljum. Það er svo frábært. Yeah. Og eins og ég segi, það svo margt gott til og þú veist, já, bara finna það sem að passa fyrir mig, það sem ég finnst gaman, það sem gefur mér næring og orku, þú veist, það er svo margt gott og það þarf ekki að dæma neitt. You do you. You do you, já. Og þú veist, eins og með öndun, það til alls konar aðferðir. Þú veist, það engin ein aðferð sem bara rétt. Þú veist, þetta allt gott, andaðu. Með mataræði, þú veist, það engin ein aðferð sem bara virkar, skilu. Þetta allt gott, fyndu þín aðferð. Sama með hreyfingu, þú veist, fyndu bara sem er skemmtilegt. Þannig að, þú veist, þetta bara, það svo margt gott. Já. Við erum búin að eiga alveg geggja spjall. Mér langar bara að nefna eitt í lokin. Bæði á Instagraminu og heimasíðunni, þá ertu með 5 atriði. Já. Heilbrigði, hreyfigeta, verkjalósun, hamingja og lífsgæði. Eru þetta svona mottóin sem þú vinnur með eða vinnur að? Já. Þetta svona þráðurinn í gegnum allt sem ég geri. Hamingjan þarna eitthvað sem við erum kannski ekki búin að ræða mikið en hún þá afleiðing. Sko, ég held að, þú veist, hamingja og lífsgæði séu svolítið, þú veist, afleiðinga hinum 3 þáttunum. Og það eru lífsgæði að geta hreyft sig í eigin líkama. Það lífsgæði að vera verkalaus. Það eru lífsgæði að þekkja líkamann sinn og þekkja mörkin sín. Þannig að, þú veist, og svo kemur náttúrulega þú spurði náttúrulega daginn hvað hamingja væri fyrir fólk og ég sá að það koma alls konar svör og þetta náttúrulega stórt hugtak, hamingja, þú veist, hvað hamingja og Þetta var sannst á Instagraminu mínu fyrir fólk sem veit ekki hvað að tala en það komi ótrúlega mismunandi og skemmtileg svör. Og sko, ég held að eins og hann meistari Dalai Lama segir alltaf að kærleikurinn svari við öllu og ef við gætum elskað meira sko þá ég að tala bara þú veist á þennan óeigingjarna hátt sem sagt þú veist bara að elska alla eins og þeir eru þú veist og geta bara þú veist ef heimurum væri þannig hvað allt þú veist ég held að svarið sé svo oft í því að hafa meiri kærleika, gagnvart sjálfum sér og öðrum. Og þá kemur meira umbyrðarlyndi, þú veist, en þetta bara, þú veist, ég á rosalega langt í land, því að þetta bara ótrúlega erfitt. Að ég skoða þetta rosalega mikið dagstæli á mér og þetta ekki auðvelt. Minkar hjá manni fordóma líklega? Bara, þú veist, þú hefur ekki fordóma, vegna þess að það ekki pláss, ef það kærleikur þá ekki pláss fyrir fordóma. Þannig að en þetta eins og ég segi, ég held að þetta sé lykillinn en þegar við flest mjög langt í land með þetta og en þetta kannski fyrir mér bara svolítið lykillinn að haminginu, það kærleikurinn og að elska meira og við erum pínu sko, þú veist, við Íslendingar erum pínu svona held ég smá svona korni fyrir þessu orði að elska og ég man bara þú veist, ég man alltaf eftir sem barn, þetta orð var ekki notað þegar ég alast upp og ég man eftir ég fór til Bandaríkjana þegar ég var 13 ára sem au-pair svona hjá bara skild fólki mínu og ég man þegar ég heyrði mömmun að segja við barnið sitt I love you og ég fór út úr líkamanum og fannst þetta svo asnalegt að hún skildi bara segja þetta við barnið sitt þú veist, og hugsa hvað við erum langt komin hvað erum komin langt, þetta svo sjálfsagt í dag ofta á dag ég fer ekki gegnum daginn að segja þetta við börnin mín þannig að þú veist já, ég held að sko í sögun okkar sé þetta svolítið svona pínu svona já, þetta eitthvað svona sem bara kannski skemmtilegt að pæli það kom eitt fyndið dæmi upp í hugan að þetta svo misjænt á milli fjölskyldna og mín fjölskylda rosalega knúsu fjölskylda bara, foreldrar mínir og sískinni og stór fjölskyldan alltaf þegar við hittumst knúsust við og kissumst bless og hæ og bæ og
síðan kom maðurinn í fjölskylduna sem giftist frænku minni og honum fannst þetta svo skrítið af því að svona var þetta ekki hjá hans fjölskyldu og ég man bara, af því að okkur þótti þetta svo sjálfsagt sko. Og ég veit ekki, ég elska að knúsa bræður minna blest, maður ekki náttúrulega duglegur að hittast þannig að þegar maður loksins hittist þá það bara, og þetta minnir mann á knús. Já, og þetta bara minnir mann á það hvað mín upplifun alltaf bara mín upplifun þetta það engin upplifur hlutina eins. Nei. Það ekki hægt. Þannig að mín upplifun ekkit endilega alltaf svo réttar sko. Mín upplifun bara mín upplifun og við erum bara eitt sandkorn á ströndinni. Guðni góður, það svo heimurinn svo stór. Maður gleymir því samt í daglegu lífi. Maður svo mikið alltaf að bara berjast við sjálfan sig. Já, við erum bara svolítið í okkar eigin nafla. Já. En af hverju vil ég hjálpa fólki og það svo margir sko sem ég sé sem vilja hjálpa fólki af því að það lætur mér líða vel. Ef ég hjálpa þér, þá líður mér vel. Og þá ég að þjóna mínu egoi. En þegar ég að óska þess að hjálpa fólki, það hefur það ekkert með mig að gera. Ég algjörlega hlutlaus og eins og ég sagði þaðan, ég algjörlega aftengd því hvað gerist hjá viðkomandi. Ég vonaði þetta að hann fóði bata og gerist yfirleitt. En þetta hefur ekkert með mig að gera. Ekki neitt. Ég bara, hvað maður að segja, verkfærið sem að hjálpar viðkomandi að vinna með sjálfan sig. Já. Þannig að sko, það einhvern veginn svona að hjálpa fólki fyrir, hvað ég segja, fyrir mannkinni. Bara þannig að við séum bara betri heimur, og þetta að vera með námskeið, það sem að fólk að koma til að fara í slökun eða jóga eða eitthvað, þetta snýst allt það að hjálpa fólki að tengja heim, því ég segi heim, þá meina inn í sálina, þannig að við heyrum betur okkar innri sannleika, hvað rétt fyrir okkur og þannig eru við alltaf betri manneskjur, af því að við erum að gangi í takt. Ekki eins og hermenn í takt, en við erum að gangi í takt við okkur og bara svona synkronicity í heiminum. Það sem að svona flæðir í heiminum. Og leyfa hlutunum bara svolítið að flæða. Ekki alltaf að vera að þvinga allt. Og það auðveldara þegar við erum í tengingu við okkur sjálf. Þá auðveldara að leyfa hlutunum að flæða og vera í trausti. Það slegt. Ég held að þetta sé bara fín lokaorð. Ég held það. Það ekki? Ég held það. Það ekki sátt við þetta bara? Ég mjög sátt og ef að fólk forvitið hvað ég að gera, þá náttúrulega er ég á Instagram og Facebook sem margetarna.is og ég líka með heimasíðu og ég svona misi virk. Ég tek svona tarnir en ég alltaf að reyna að vera meira virk því að bara í flæðinu? Já, því að sko, fólki finnst gott að fá upplýsingar og fá fróðleik og svo ég líka bara, ég á núna, það þetta bóka sig gegnum núna og það heilsuþjálfun og meðferð og það líka bara, sjálfsagt að senda mig skilaboð eða, spurja mig eða til að fá að vita meira, það bara allt velkomið. Æðislegt. Ég vona einhverjir kikið til þína því að mér fannst þetta dásamlegt. Gott að heyra. Æðislegt. Takk fyrir. Sömuleiðis. Og ég ætla að minna hlustendur á að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast bara með því að smetla á follow. Þá sjáu þið þegar næsti þáttur dettur inn og endilega líka Heilsu Erla á Instagram. Fylgja mér þar.